Komið þið sæl, Björn ég var hér, skákkennari og ég ætla með ykkur í þessi myndbandi að fara yfir skák sem að einn okkar allra besti og efnilegasti skákmaður í dag, Hjörvar Steinn Grétarsson, teldi nýlega. Hann er með svart í þessari stöðu og ég ætla nú ekkert að nefna hver andstæðingurinn að sér, það skiptir engu máli. Frekar stigalár írskur skákmaður ef ég man rétt. En hér sýnir Hjörvar virkilega hæfileika og kunnáttu í þessari stöðu með svart. Hvítastæðan lítur nú reyndar við fyrstu sín mjög vel út. Hann er með báða biskupana sína og frekar heilbrigða peðastöðu. Munum eftir því að biskupaparið er alltaf kostur. En Hjörvar leikur frábæran leik í þessari stöðu. Hann leikur að sjálfsögðu biskup F6. Hugmyndin með því er að losa hvítan við sín svartleita biskup. Við tökum eftir því að flest peð hvíts eru á hvítarreitum. 5 af 7 og leið og hvítur losna við svartleita biskupin sinn þá verða svörtu reitirnir í stöðuna hans frekar veikir. Tökum eftir því að hann á engan sérstakann kost á því að forða biskupnum. Hann á til dæmis biskup A5 ekkert sérstakur leiku vegna þess að svarti getur svarað með hrókudröpu B2. Þannig að hvítur er tilneyddur til þess að fara í uppskipti og hvítur drap hérna á F6 og svarti drap tilbaka með rittara. Stoppum aðeins aftur hér. Staðan hefur breyst þannig að núna er hvítur með frekar lélegan biskup sem rekst í eigin peð og hann á enga sérstaka framtíð fyrir sér bak við þennan peða múr hérna. Það verður miklu betur að þessi biskup var á svörturreitum til dæmis. Hvítur leik sem gerur náttúrulega ekki neitt, B3, kemur öðru peður endur á hvítarreit. Hvernig á svartur núna að nýta sér veikleika hvíts á svörturreitunum? Hvernig getur hann aukið völd sín á svörturreitunum? Svartur leik E5. Frábær leikur. Virkar svolítið sérstakur við fyrstu sín vegna þess að hann skilur D6 peð eftir bakstætt og gríðarlega veikt á opinni línu. En hrókurinn hérna B6 er mjög lúmskur, mjög öflugur varnarmaður og hvítur á enga sérstaka möguleika í því að sækja þessi peði. Hann er ekki alveg nú fljótur að tvöfaldar hrókarinn á D-línunni og svartur getur auðveldlega að valda það. Hvítur leik hrókur all B1 og svartur ákveður bæta stöður sína aðeins og leikur H6. Þókur hrókur B2, drottning C6, biskup D3, hrókur E8, biskup E1, drottning B7, drottning C3 og A5, A4 og hér skulum við stoppa aftur. Hvernig getur svartur bætt stöðuna sína? Það er einn ákveðin maður hjá svartum sem er ekkert að gera sérstaklega mikið. Það er svarti rittarinn. Hvar myndir þú vilja hafa svarta rittarinn í þessari stöðu? Hann har marga skemmtilega reiti. Hann getur til dæmis verið á F4, hann getur verið á B4 þó hann reynda loki allri bílunni. En langbæsti reiturinn fyrir hann er sjálfsögðu D4 reiturinn. Og hvernig kemst rittarinn á D4? Það er svolítið löng leið. Hjörvar leik rittari D7. Hann er svolítið að fara með rittarinn sinn á F8 þá hann sem hann ætlar á E6 og þá á hann bæði aðganga D4 og F4 ef hann þarf. Hrókurinn fór á D1 og rittarinn á F8. Biskup C2, hvíturinn er bara að bíða og vona það besta. Rittari E6, rittari D til B1 og rittari D4. Og nú leik hvítur biskup D1 og nú er þessi biskup eins slæmur og mögulegt er, myndi ég segja. Hann er algjörlega fastur inni, hann er eiginlega bara eins og peð. Ég ætla að sýna ykkur svona í lokin hvernig Hjörvar kláraði þessa skák. Hann leik hrókur B8, hann þrefaldar á bílunni. Hann getur nú verið tekið sér eins mikið tíma í að klára skákina eins og hún sýnist af því að staðan er það öflug. Hrókur B4. Hann er nú bara að bíða og sjá, jafnvel bara bíða eftir að hvítur gerir mistök. Hérna ákveður hann að bjóða hvítum drottningaskipti sem myndi kannski auðvelda úrvinnsluna örlítið fyrir svörtum en hvítur svo sem alveg tilbúin til þess en G6, F4, þetta var drepið, drottning F6 og hér sjá hvítastæðan er nú alveg við það að hrynja, peðin var mjög veik og hér fellur eitt peð og rittarinn er ennþá mjög öflugur og hvítur gafst upp þarna stuttu seinna. Takk fyrir þetta.